Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín sjónvarps Víkurfrétta, fréttatengdan mannlífsþátt frá Suðurnesjum. Fjölbreytnin ræður ríkjum sem oftar í Magasíni vikunar. Við förum í kajakróður með nemendum og kennurum í Stóruvogaskóla á Vatnsleysuströnd, en það valfag í skólanum, þótt ótrúlegt sé. Í Grindavík var verið að taka í notkun bílaklippur sem eru nauðsynleg björgunartæki og við fylgdumst með vígslu á slíku tæki þegar gömul Toyota Carina var bútuð niður. Í stóriðju Suðurnesja sem flugstöðin oft kölluð var Icelandair að opna nýja og tvöfalt stærri setustofu, Saga Lounge. Við gátum ekki sleppt því að kíkja þangað. Menningin með sinn sess í þættinum en sjónvarpsfólk Víkurfrétta fylgdist með á 2 vígstöðum, annars vegar á æfingu fyrir rokkaða Wagner-óperu og svo á mögnuðum Queen tónleikum í Keflavíkurkirkju. Svo verðum við með fréttapakka í lok þáttarins þar sem við fjöllum athyglisverð mál á Suðurnesjum. En við hefjum leikinn í kajakróðri í Vogum á Vatnsleysuströnd. Grunnskólinn í Vogum, Stóruvogaskóli, staðsettur við mikla fjöru í lygnri vík, Vogavík. Þar gefst því einstakt tækifæri til að efla útikennslu, en á undanförnum árum hefur útikennsla við skólann verið aukin sem viðbót við fjölbreytta kennsluhætti. Einn liður í útikennslu við Stóruvogaskóla valfag í kajakróðri. Aðeins eru 50 metrar frá Stóruvogaskóla í fjöruna, svo það ekki langt að fara í róður. Ekki ágætis tilbreyting frá bókunum að koma svona út í kajakval? Jú, ja. Mikið skemmtilegra. En ykkur aldrei kalt? Það getur verið svolítið kalt, en samt alltaf gaman. Og ég sé að þið hafið dottið í sjóinn, dettið alltaf í sjóinn í hverjum tíma? Ekki hverjum tíma, en svona, ef við dettum ekki í sjóinn þá fyrir við kannski bara að stökkva út í hann eða eitthvað. Þannig að ykkur finnst ekki verra að detta í sjóinn? Nei. Hvað það svona helsta sem þarf að hafa í huga þegar maður á kajak? Muna að vera rétt klæddur og öryggisreglunar. Passa að sé einhver með manni, að fylgja fyrirmælum kennara. Hafið þið einhvern tímann rúllað svona á kajak onni í sjóinn? Nei, ekki í mestalagi. Hafið þið? Já, ég hef gert það einu sinni óvart. Þegar ég ætlaði að beygja þá duttu báðir út í að því, þú veist, öldunar voru að fara í okkur. Og núna bara. Og var ekkert mál fyrir ykkur að bjarga ykkur aftur upp? Það var smá erfitt, að ég vissi ekkert hvernig maður átti að fara aftur upp. En ég var í björgunarvesti. Já, þið eru alltaf í björgunarvesti, þegar ekki? Jú. En hvernig þeir eru svona blautir, verður ykkur ekkert kalt? Ja, stundum. Stundum ekki. Maður verður svo heitt í þessu. Já, oft. Maður verður mjög heitt. Og þetta ekki ágætis tilbreyting frá skólabókunum að koma svona út að læra? Jú, það geggjað. Kennslurnar eru sko þannig að við förum í róður. Það er einn róður í viku. Og þetta eru 2 hópar núna, þannig að þetta eru litlar hópar eins og við sjáum með bátana, þá eru þeir fáir. En við erum að safna fyrir fleirum og kennslustundirnar fara þannig fram að við róum í fjörunni út á Stapa eða inn í höfnina eða kannski aðeins utar ef veður er gott. Og þið eru hvað, 2 kennarar með hópnum alltaf, ekki satt? Jú, það eru 2, við erum með 2 hópa og eins og erum við með 4 kennara þá. En það er bara grunn öryggisregla hjá okkur að hafa alltaf 2 í hópi. En þegar við fáum fleiri báta sem við erum að safna fyrir að þá ætti að geta verið 2 kennarar með svona eins og 10 nemendahóp. Eitthvað svoleiðis. Og nú kostar svolítið að kaupa svona báta. Hvernig fjármagnið þetta verkefni? Við höfum fjármagnað þetta með söfnun okkar kennarar sem standa í þessu. Hugmyndin kom uppalega frá okkur
Þannig að við ýttum þessu úr vör með samþykki skólastjórnenda og hófum söfnun og höfum verið að leita styrkja. Lögðum brattir á stað en svo bara ekki eins auðvelt að safna fyrir eins og við héldum, þannig að við erum kannski ekki úrkóla vonar en okkur langar að halda áfram en við erum líka undir hælinn hjá stjórnendum að ef þetta gangi ekki upp þá þarf að fara að huga öðru. Ja. En hvað segja nemendur þetta? Eru þeir áhugasamir að koma í kajakval? Já, þeir getur rétt ímyndað ykkur. Það er að vera út í náttúrunni og djöflast í þessu er skemmtilegt. Og við náttúrulega leggjum þetta líka upp með því markmiði með þessari aukinni útikennslu sem eiga sér stað að geta verið þá nýtt okkar nærumhverfi og Stóruvogaskóli með þessa frábæru fjöru og stapan og þessa umgjörð að ef við getum ekki nýtt þetta sem útikennslustofu þá veit ég ekki hvað. Ekki er róið allt skólaárið. Fyrstu 2-3 mánuðin á haustin er róið og svo aftur síðustu 2-3 mánuðin á vorin. Við reynum að stíla þetta inn á veður og þannig það verður að vera. Eins og við sjáum núna, það er kannski regla hjá okkur líka. Ef það er pínu hvítt í öldunni þá ráða krakkarnir ekki vel við kajakana. Það er náttúrulega vantar bara pínu krafta til þess að takast á við það. Yfirleitt rær hópurinn í fjörunni nálægt landi út að stapa og ef aðstæður leyfa þá er farið aðeins utar og jafnvel til að renna fyrir fisk. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Ný og stórglæsileg Saga Lounge setustofa Icelandair var opnuð nýlega í flugstöð Leifs Eiríkssonar. Nýja setustofan á 3. hæð í suður byggingu flugstöðarinnar og 1350 fermetrar að flatamáli, 2-fall stærri en eldri setustofan var á neðstu hæðinni. Hönnur eru þeir Eggert Ketilsson og Stígur Steinþórsson. Íslensk náttúra og menning í hávegum höfði í nýju setustofunni, þar sem áhersla lögð á þægindi, gæði og gestristni. Þaðan líka stórbróti útsýni, nærri því allan hringinn yfir Reykjanes, Faxaflóa og allt vestur til Snæfellsjökuls á heiðskýrum degi. Ekki ólíklegt að fleiri muni nú gleyma fluginu sínu því hægt eiga góða stundir í skemmtilegum legubekkjum og hægindastólum eða við arinn eld. Suðurnesjamenn eiga mestallan heiðurinn af sjálfri uppsetninga og smíðavinnunni í nýju setustofunni. Þar fóru fremstir starfsmenn og eigendur trésmíðaverkstæðis Stefáns og Ara en þeir bræður hafa komið að vinnu við síðustu setustofur Icelandair í flugstöðinni. Jenny Voltesdóttir setustofustýra og hún var mjög ánægð með útkomuna. Já, gríðarlega. Ég mjög ánægð. Þetta hefur tekist mjög vel. Við erum að stækka húsnæði okkar 2-falt og það sem við erum með sætispláss fyrir 330 versus við vorum með 120 á gamla bílstofan okkar. Og þetta skemmtileg hönnun hérna? Mjög skemmtileg. Eggert Ketilsson og Stígur Steinþórsson eiga þessa hönnun og eru að blanda íslensku náttúru. Íslensk náttúra sannlega í hávegum höfði hérna? Akkurat, jú, það akkurat þannig. En hvað komið til með að þjónusta fleiri flugfélög heldur en ykkar eigið Icelandair? Já, við erum með 4 önnur flugfélög hér hjá okkur. Við erum með Lufthansa, Air Baltic, Finnair og Delta. Þeirra viðskiptavinni hafa aðgang á okkar Saga Lounge einnig. Það er ótt að segja að ferðaþjónustan hafi sé orðin okkar aðalatvinnugrein ekki síst hér á Suðurnesjum. Þú ert múin að vera nokkuð lengi í þessum bransa ef ég má segja svo. Mikið rétt. Ég byrjaði nú á félaginu 13 ára gömul. Hér er ég og hér ætla ég að vera áfram. Því þetta er svo skemmtilegt að fá að þjónusta okkar viðskiptavinni. Er gaman að vera innan ferðalanga? Já, það er mjög gaman. Og það virðist vera líka þannig, ég horfa í kringum mína samstarfsfélaga og það virðist allir hafa gaman að því að vera hér í flugstöðinni og vinna við að þjónusta okkar viðskiptavinni og vera í þessum bransa eins og maður segir.
Útlendingarnir eru ánægðir með Ísland. Ó já, mjög ánægð með Ísland. Og það svolítið skemmtilegt að segja frá því vegna þess að þar sem ég ferðast mikið víða erlendis, að þar sem ég minnist á Ísland, þá virðist allir vita hvar Ísland á hnettinum í dag versus fyrir 10 árum síðan. Þannig að við erum að vaxa gríðarlega og okkar heimaland orðið mjög vinsælt. Þú er búin að vinna þetta lengi, svo segir. Hefurðu ímyndað bara fyrir kannski nokkurum árum síðan, 5 eða 10 árum, þú ert búin að vera í eldlínunni hérna í flugstöðinni, að þetta myndi vaxa svona mikið? Nei, ég gat ekki séð þetta vaxa svona rosalega mikið, alls ekki. En erum við að höndla það vel? Já, eins vel og við getum, já. Það er allir í góðu skapi hérna í Saga Lounge? Alltaf, allir í góðu skapi hér, alltaf. Ein af Boeing 757 vélum Icelandair var máluð nýlega sem Vatnajökull en fyrir á félagið Norðurljósavél sem hefur vakið mjög mikla athygli. Vatnajökullsvélin hefur þegar fengið mikla athygli enda glæsileg eins og sjá má á þessum myndum. Hollendingurinn fljúgandi heimsfrægt verk eftir óperuskáldið Wagner, en það verður sýnt í hljómahöllum næstu helgi. Æfingar hafa staðið yfir í langan tíma, en í ansi kröftugu verkinu má heyra mismunandi tegund tónlistar. Hér verður Wagner fluttur í rockútsetningu. Við ætlum að taka best of og við tökum þetta sem svona cover, svona eins og popparinn að taka coverlög, þá tökum við cover af óperunni og ákvaðum að því að við höfum ekki efnaði að hafa symfóníuhljómsveit. Já. Að fá bara rockhljómsveit með okkur. Akkurat. Þetta mikið svona tilraunaverkefni og já, við erum að blæta inn í þessu jazz, hip-hop, funk og við erum að fara, við erum allt inn í jazz og svo fyrir við allt inn í yfir í funk, við erum að koma fólki dálítið mikið óvart. Þegar við Bylgjadís fengum þessa hugmynd, þá var það, hvað getum við gert eitthvað allt annað? Það er allir að tala um að gera eitthvað nýtt og þá bara Wagner. Rock. Já, Wagner rosalega hefi. Hefðu, en Wagner rockarinn í óperunni. Akkur tökum við ekki bara rock Wagner. Og það það sem þetta að enda í og rosalega gaman. Við erum bara með gæsahóð á æfingunum því að þetta kemur svo vel út, sko. Hlokkum til að syngja og spila fyrir vonandi fullum slapa. Já. Það hafa verið strangar æfingar eða hvað? Hvernig undirbúningurinn búin að vera hjá okkur? Við erum búin að vera að æfa í allan vetur, sko. Tilraunin á að vera, þetta hægt og okkur finnst það að vera. Já. Við endum með að taka bara allar óperu bókmenntina, held ég, eða ekki? Já, byrjum þar. Með hlutverki í óperunni fara þau Jóhann Smári Sævarsson, Bylgjadís Gunnarsdóttir og Egill Árni Pálsson, en hljómsveitin Sígull mun leika undir. Einnig verða Karlakór Keflavíkur, Kvennakór Suðurnesja og söngsveitin Víkingar með í verkinu. Og við strákarnir syngjum báðið 2 hlutverk. Ég syng White Trash skipstjóra sem heitir Dalan, sem selur dóttur sína hollendingnum sem Draugur. Og ég syng hollendingin líka. Og Egill Árni sem stórkostlegur tenor að fara að syngja í óperunni í vetur. Hann syngur sem sagt stýrimanninn sem syngur eina frægustu aríuna og svo fyrrum kærasti Sendu sem sem sagt hlutverki hennar Bylgju sem dóttir skipstjórans sem hollendingun og hún ná bara saman á fyrsta augnablik. Hún svo rómantísk, hún dýrkar þessa hugmynd hollendingin og búin að heyra þjóðsögunar og til dæmis í einni uppfærslu þá var hún gerað einhverfi stelpu af því að hún var ástfangin af þessari hugmynd hollendingin að hann kæmi og ástfangin af að hún yrði konan sem myndi frelsa hann. Já, arían hennar þá hún að segja sögu hollendingsins. Hún sem sagt og fóstran hennar var alltaf að syngja þessa sögu fyrir hana og hún alveg bergnumin af þessari hugmynd, þetta svo rómantískt. Hann má ekki koma á land, hann má koma einu sinni einn dag á 7 ára fresti og hann finnur konu sem elskar hann að eilífu, það verður hann mennskur aftur. Þannig að arían hans, sem við tókum hérna á hann, hann að bölva vættunum sem settu þessa bölvun á hann. Ætliði aldrei að leiða mér og okkur leiði mér ekki að deyja. Ég réðst á sjóræningaskip og sagði hérna takiði mig
og þeir signuðu sig bara og flúðu. Þú veist, hann af því þetta hollendingur, þetta sama í Karabíin myndinni með Johnny Depp, og svo þegar skipstjórinn kemur með hann heim til þess að kynna fyrir dóttirinni, hún fattar strax hverju þetta Pabbi var ekki búinn að fatta það, og hollendingur þess að getur verið að þetta gangi núna, og í lokin til þess að sýna honum eilífa ást ætlar hann að fara með honum borði í skipið, hann segir nei, þá sýnir eilífa ást og fremur sjálfsmorð. Þetta alveg mjög súr endir. Feðgunum Jóhanni og Sævari finnst ekki leiðilegt að vinna saman en segjast þó stundum hvessa á hvorn annan. Hvernig að vinna með pappa sínum, Sævar? Já, það það ekkert svona, maður getur eiginlega ekkert svindlað neitt heima því að þú veist, pappi náttúrulega veit allt hvað maður að gera. Hvernig að vinna með syni sínum? Þetta æðislegt, hann svo hæfileika ríkur að þetta alveg bara bull, hann að spila undir líka hjá karlakornum og maður hendur í hann nótum og mamma alveg brjáluð, ertu að láta hann fá þetta svona seint, og hann bara spilar þetta, og það svo þægilegt að hafa svona gaur sem að hann veit hvað hann að gera, ég veit hvað ég vill, og við náum við erum að stilla okkur af, skulum við segja. Ég segi það ekki við hversum stundum á hvern annan, það bara fínt, það bara núningurinn sem þarf til að búa til list. Ekki með eitthvað þannig inn á milli, en já. Verkið verður sýnt annað kvöld í Hljómahöll og geta áhugasamir nálgast miða á síðu Hljómahallar hljómahöll.is eða við innganginn. Kominn tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboksin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. Lionsklúbbur Grindavíkur og Kvenfélag Grindavíkur lögðust á árarnar með slökkviliðinu Grindavík þegar kom að því að búa tækjabíl slökkviliðsins nýjustu björgunartækjum sem eru notuð til að losa fólk úr bílflökum eftir umferðarslys. Lionsklúbburinn leiddi verkefnið en leita var til fyrirtækja í Grindavík með að fjármagna kaupin á björgunartækjunum sem í daglegu tali eru kölluð klippur. Búnaðurinn kostaði á 70 milljón króna en hann var formlega afhentur í síðustu viku. Við það tækifæri var notagildi tækjana sýnt og eigulegur Toyota-bíl klipptur niður í búta. Hvernig eru þessi björgunartæki frábrugðin þeim sem þið höfðu áður? Þau eru knúin með rafhlöðum, batteri, eldri tæki sem við erum með eru knúin með bensínvél og klussakerfi, möggakerfi. Við erum lausir við þann búnað með þessu, nú er það bara eitt batteri eins og borvélin sem notar heima til að festa mynd á vegg og lipurleikinn þar leiðandi margfald, þau eru náttúrulega bosta meiri, aðeins meira fyrir þeim en við finnum ekki verið neittni skerðingu að umgangast og nota þau hvað það var þar, síður en svo. Hverju mun þetta breyta fyrir ykkur á vettvangi eins og þeir náttúrulega eru með mjög erfiðar aðstæður eins og við Grindavíkurveginn, ég þurfi jafnvel að fara þar út í hraun og annað, þetta kemur til að breyta miklu þar? Já, þú tekur bara tækið á axlina og hleypur út í hraun, þú þarft ekkert að byrja á því að taka út vél og setja í gang, draga út slöngur og annað, þetta er bara nýtt. Þetta er nýjung, hitt er búið að gera sig í áraraðir, þróunin er þessi og hún er komin hingað. Hvað gera þessi tæki nákvæmlega? Til hvers eru þau gerð? Þau eru til þess að ná fastklemdu fólki úr bílum og sérstaklega og þú getur notað þetta í jarðskjálftum, hrundum húsum, hvar sem fólk verður bara fast og þá er þetta að nota þetta í allt þetta. Til dæmis í skipum, það er slys í lest og öðru og þá er þetta hlaupa með þetta niður, þú ert ekki að byrja á því að leggja einhverja vökvaslöngu niður, þú bara hleypur með þetta með þér og það er gríðarlegur plús. Og þið eru svona aðeins búin að vera að æfa ykkur í notkun á þessu, er þetta að virka eitthvað öðruvísi heldur en gömlu tækin ykkar? Þetta er bara skemmtilegra, þetta er hljóðlátt, þú ert ekki með rafstöð, neitt tæki í gangi og þetta er líka þannig búnaður að við erum eiginlega með fjórfalt öryggi á tækjum í dag. Við byrjum á því að fara á stað og þá notum við rafhlöðurnar. Síðan, ef þetta er mikið, þá byrja þær að gefa sig. Þær duga 20 mínútur í fullu álagi. Við getum fært batteri á milli tækja, hvaða tæki við erum að nota ef þau eyðast.
Síðan þegar þau eru búin þá erum við búnað sem við tengjum við tækin og þá getum við sett rafstöð í gang og þá getum við haldið áfram á meðan olían á henni og svo erum við með gömlu vökvaklaupurnar alltaf með. Þannig að þetta bara fjórfalt öryggi og það ekki boðlegt að vera að fara langar vegalengdir með eitt sett að ná fast klemdu fólki. Það þarf að vera eitthvað backup og við erum með það. En þá yfir í stuttan fréttapakka. Nú stuttist í að teknir verði í notkun nýjir útsýnispallar við Brimketil á Reykjanesi. Starfsmenn frá IAVF hafa í vetur unnið að smíði pallana sem nú verið að setja upp. Nú unnið að því að leggja ristarnar í gólfið. Stefnt að formlegri opnun í Geoparkvikunni sem í ár 29. maí til 3. júní. Svæðið á Reykjanesi við Vitan, Gunnukver og brú milli heimsálfa eru meðal vinsælustu ferðamannastaða á Suðurnesjum. Tugir þúsunda heimsóttu Garðskaga og Reykjanesvita í ágúst á síðasta ári og verða líklega fleiri í ár. Mikla framkvæmdir tengdar ferðaþjónustunni eru í gangi á Reykjanesi. Þar á meðal hefur verið unnið við bílastæði við Reykjanesvita og Brimketil, auk palla við síðarnefnda staðinn og lagfæring vegstæðis við Gunnukver. Eggert Solberg Jónsson, verkefnastjóri hjá Reykjanes UNESCO Global Geopark, segir að áhugi ferðamanna bæði innlendra sem erlendra á Reykjanesinu hafi aukist gríðarlega undanfarin ár og að þessar tölur endurspegli þennan áhuga. Vefurinn Sumar í Reykjanesbæ hefur verið opnaður. Þar listi yfir þær tómstundir og afþreyingu sem einstaklingar og íþrótta- og tómstundafélög bjóða upp á fyrir börn og unglinga í Reykjanesbæ í sumar, en einnig upplýsingar ýmislegt sem bærinn hefur upp á að bjóða. Hægt að skoða listan í heild eða velja ákveðin aldurshóp og þrengja þannig leitina. Reykjanesbær hafði til langs tíma gefið út bæklingin Sumar í Reykjanesbæ í þessum sama tilgangi. Hagræðið í því að skipta yfir í vef meðal annars fólkið í því að vefurinn lifandi og því auðveldlega hægt að bæta við framboðið í allt sumar. Vegagerðin Ísavegi á Reykjanesbær hafa óskað eftir tilboðum í gerð 2 hringtorga á Reykjanesbraut í Reykjanesbæ. Þá skal allri malbikun lokið fyrir 1. september 2017 og verkinu að fullu lokið 15. september. Ræðir annars vegar hringtorg við Aðalgötu og hins vegar við Keflavíkurveg eða Þjóðbraut. Aðalega þarf aðliggjandi vegi að hringtorgunum. Framkvæmdin innifelur einnig að annast tilgreinda verkþætti við aðlögun eða flutning núverandi lagna, svo sem ljósleiðara, háspennu og lágspennustrengja í vegunum í samráði við veitur. Þessi 2 hringtorg eru liður í því að gera Reykjanesbrautina öruggari, en tvöföldun kaflans frá Fitjum í Njarðvík upp að flugstöð komin á samgönguáætlun og ætti að fara í framkvæmd á næstu árum. Hringtorgin 2 hjálpa til með þá bið en eru hugsuð sem bráðabirgðalausn. Og meira tengt þessu svæði en Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja hefur stöðvað framkvæmdir við gatnagerð ofan Iðavalla í Keflavík á svokölluðum flugvöllum. Þar hafa gamlir ruslahaugar frá bandaríska hernum verið grafnir upp á stóru svæði. Tjara vellur úr jarðveginum og mikið af járnarusli hefur komið upp úr jörðinni. Heilbrigðiseftirlitið óttast að þrávirk efni eins og PCB kunni að vera þarna í jörð. Vísindamenn taka nú jarðvegssýni til að sjá hvaða efni séu þarna en risavaxið mengunarslys gæti verið að koma í ljós. Magnús H. Guðjónsson hjá Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja staðfesti í samtali við Víkufréttir að framkvæmdir hafi verið stöðvaðar. Nánari fjallaði málið í blaði og á vef Víkufrétta. Umhverfis- og skipulagsnefnd sveitarfélagsins Voga hefur borist athugasemdir og áskorun frá eigandum 9 jarða á Vatnsleysuströnd vegna fyrirspurnar Flugakademíu Keilis byggingu flugvallar í landi Kálfatjarnar á Vatnsleysuströnd. Eins og komið hefur fram í Víkurfréttum hefur Keilir áhuga á að byggja flugvöll í landi Kálfatjarnar skammt fyrir ofan Vatnsleysustrandarveg. Mikil andstæður við þessar hugmyndir og verður þeim mótmælt kröftuglega gerist þess þörf, segir í bréfi mótmælenda til bæjarstjórnar sveitarfélagsins Voga. Í bæjarfélaginu eru nýlega hafnar framkvæmdir við gatnagerð á miðbæjarsvæðinu í Vogum en sami var við Jón og Margeir EHF í Grindavík. Mörg ár eru síðan síðast var unnið við gatnagerð nýs hverfis í Vogunum. Innanlandsflug Flugfélags Íslands til Akureyrar frá Keflavík hefur fengið góðar móttökur. Félagið hefur boðið upp á stakar ferðir milli Keflavíkurflugvallar og Akureyrar yfir sumarið undanfarin ár, en í febrúar síðastliðnum hófst flug þar á milli alltaf 6 sinnum í viku. Á vef túrista segir að samkvæmt upplýsingum frá Flugfélagi Íslands hafi rúmlega 2600 farþegar nýtt sér flugferðirnar í mars og apríl. 7 af hverjum 10 farþegum á þessari flugleið eru erlendir ferðamenn. Þá segir að þetta sé í fyrsta skipti sem innanlands- og millilandaflug sé tengt saman hér á landi yfir vetrarmánuðina.
En við endum fréttapakkan í Keflavíkurkirkju þar sem kór Keflavíkurkirkju og Jónsi sungun þakið af kirkjunni á Queen tónleikum. En þeir verða endurfluttir á laugardaginn í Selfosskirkju og í Laugarneskirkju. Amalegt hérna í biðstofunni hjá Icelandair. En leið við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út blað í hverri viku. Við erum með nýja fréttir á Víkurfréttavefnum alla daga vikunar og sömuleiðis á kylfingur.is. Þennan þátt og aðra þætti sjónvarps Víkurfrétta getið séð á hringbraut.is og á vaff.is. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst á vikuleiðinni. Verið sæl.